Það einn hópur sem gleymist allt of oft. Á einu ári í ríkisstjórn höfum við náð að hækka almenna frítekjumarkið. Hrinda af stað þjóðarátaki í fjölgun hjúkrunarrýma sem mun útrýma biðlistum fyrir 2030 og tengja saman ellilífeyri við launavísitölu. En það ekki allir sammála því. Ég segi auðvitað nei. Það of mikið óljóst í þessu máli. Þetta mál mun ekki hjálpa öryrkjum og eldri borgurum. Ég segi nei. Þingmaðurinn segir nei. Við ætlum okkur ekkert minna í borgarstjórn. Flokkur fólksins blæst til stórsóknar í húsnæðismálum eldra fólks. Við ætlum að byggja upp lífsgæða kjarna þar sem fólk getur minnkað við sig og haldið sjálfstæði sínu. Við munum tafarlaust bæta þjónustu við eldra fólk í þjónustu íbúðum. Við ætlum að eyða biðlistum eftir dagdvöl svo enginn þurfi að búa við félagslega einangrun. Til að auka virkni og félagslíf eldri borgara viljum við að vera gjaldfrjálst í sund. Einnig ætlum við að veita þeim tekjuminnstu frístundastyrk upp á 50.000 krónur á ári. Allir eiga rétt á áhyggjulausu ævikvöldi. Efla þarf heimahjúkrun og heimaþjónustu verulega. Hún á að vera einstaklingsmiðuð svo eldra fólk getur verið sjálfstætt lengur. Við verðum að tryggja áreiðanlega akstursþjónustu og góðan, næringaríkan, heimsendan mat. Við viljum efla félagsstarf fyrir karlmenn sem eru alltaf að einangrast meira og meira. Til að einfalda líf 67 ára og eldri ætlum við að innleiða gjaldfrjáls bílastæði. Ekkert app, ekkert vesen. Þið eigið skilið heimsklassa lífsgæði.